Og núna ætla ég að byrja bara með tóman folder, bara alveg blankó hérna. Og ég ætla að búa til forrit sem ætlar að því ég elska Markdown og ég skrifa allir Markdown. En Markdown ekkert svakalega gott til þess að birta, þannig að ég ætla að skrifa forrit sem tekur inn Markdown skrá, lesa hana upp, breytir henni yfir í HTML og skrifar hana í skrá. Þannig að ég ætla að búa til eitthvað forrit svona Markdown to HTML. Sem það er margir gert þetta, en nú ætla ég að gera þetta. Og það verður besta útgáfan. Nei, hún verður skæluleg, en hérna. Og ég ætla að kalla það MD2HTML, því það er gett cool nafn. Ok, þá er bara að byrja. Og hvað gerum við? Búum til eitthvað skrá hérna, md2html.js. Þannig að þetta er forritið mitt. Það er ekki neitt að gerast hérna. En ég geti sagt núna, halló, og þá getum við bara séð að þetta virkar með því að fara hérna. Gert þetta. Halló, ok. Ég þarf annarkvort að ég þarf að breyta konsolinu mínu þannig að þetta sést ekkert hvað er að gerast hérna. Þannig að núna ætla ég að hafa eitthvað skjal. En nú ætla ég að búa bara til nýtt skjal hérna sem heitir test.md. Og þetta er Markdown skjal, þetta er paragraf, listi af hlutum. Þannig að þetta hérna ætti að þýðast yfir í H1, P-element, ul og uli. Þannig að það er það sem ég vil núna. Ég vil í raun fá þetta sem eitthvað test.html sem væri þá með þessum þýdda kóða. Ok, þannig að ég ætla að byrja á því að segja hérna const filename test.md. Þetta er síðan eitthvað sem ég myndi helst vilja geta sett inn á command line-inni, þannig að ég geti gert node md2html.js test.md. Það myndi segja til hey, þetta er skjalið sem ég vil lesa og það myndi þá búa til test.html. Þannig að núna fyrsta verkefni bara að lesa upp þetta skjal. Og þá getum við í raun, Node býður upp á það að lesa skjöl upp synchronously, með því að blokka. Þannig að þá ætlum við að gera hérna const fs require fs. Þannig að þannig að segja við ætlum að nota fs módulinn sem er í Node. Og hann gefur þá aðgang að ýmsum föllum og Visual Studio Code er með fínt code completion. Nú get ég gert hérna read file, þá sjáum við hérna read file og read file sync. Og read file sync gerir þetta synchronously, það blokkar meðan að lesa upp skjalið. Þannig að við ætlum að byrja því að nota það þannig. Það tekur inn path, þannig að þá ætlum ég að segja bara file name verður pathið mitt og það tekur inn options sem er optional hérna þegar spurningamerki og þar með talið encoding, þannig ef ég var að lesa eitthvað annað, þetta væri til dæmis ekki UTF-8 skjal, þetta ISO 88591, þá myndi ég segja hérna Latin 1 sem er encoding nafnið á því encoding, en við erum að nota UTF-8 og það er default, þannig að við segjum þetta bara svona og þetta út af því að þetta les synchronously, þá mun þetta bara kalla í þetta fall og við býðum bara hér og það setur þetta bara í breytuna. Þannig að ég fæ bara hérna data verður þessi innihald þessa skjals þegar það er búið að lesa þetta upp. Svo getur ég gert hérna console log data. Ok. Þá keyri ég hérna og þá fæ ég skjalið mitt upp. Og skjalið mitt núna buffer af í raun bara hex-stöfum hérna sem segir til hvað þetta er. En það ekki eitthvað sem við skiljum, þegar við erum mikið tölvur. Þá segjum við toString UTF-8. Hérna get ég aftur sleppt UTF-8, því það er sjálfgefna encoding í öllu, en við erum explicit í þessu hérna. Keyrum þetta núna, og nú sjáum við í raun, nú erum við að lesa upp skjalið og prenta út í konsól hérna. Ok, fínt. Við erum búin með eitt skref af verkefninu okkar. Næsta skref þá, hvernig ætlum við að breyta þessu yfir í HTML? Ætlum við að skrifa okkar eigin Markdown parser. Það töluvert flókið. Það töluvert flóknara en þið myndu halda í fyrstu og það síðan aðeins flóknara en það.
Þannig að við ætlum bara að segja að það eru snjallari forritanir en við búin að leysa þetta og við ætlum bara að fara npm us.com og find packages markdown. Þá fáum við hérna ekkert svakalega, þetta er ekki skemmtilegast að UI. Ég gefi leitt bara eitthvað markdown node. Þá bara eitthvað hérna. Mikið af pökkum. Hvern ættum við að nota? Þá er það bara eitthvað. Opnum þetta allt. Já, ok. Best að byrja þetta saman hérna. Svo er þetta bara eitthvað, ok. Markdown.js. Jettanaði markdown parser. This time for JavaScript. Ok. Og þarna er svona, ef þið einhvern veginn búið til open source verkefni, þá er þetta svona fyrsta touchið ykkar, er bara eitthvað, segðu mig hvað ég ætla að gera og sýni mig kóðadæmi. Annars bara loka ég þessu mjög hratt. Þetta er svona, ég hef enga athygli fyrir lélegu documentationi. Þetta er lélegu documentation, þannig að þetta er ekki eins og með deprecated in favor of marked. Ok, lokum þessu. Hér er marked. Markdown parser done right, lofar góðu. Og hérna, ok, þetta er ágætt, þetta er, ok, bara require markdown, new markdown, render einhver strengur og þá fæ ég eitthvað result. Ok, þetta er logoðu, þetta er bara svona straightforward og svo komur svona flóknari, við getum sett eitthvað svona options, HTML, XHTML, output, lang prefix, eitthvað, alls konar svona dot. Ok, höldum þessum tab opnum, build for speed, ok, marked, I am using markdown, einfaldar en hinum, svo spurning. Já, þetta er fínt, ég nota þennan aður, hann er fínt. React markdown, við erum ekki að nota React, lókum þessu. Markdown to HTML converter, written in JavaScript. Ok, eitthvað. Og þú veist, svo er þetta bara svona, við erum bara eitthvað, við erum pretty much að giska þegar við erum að nota eitthvað svona. Þú veist, nema við finnum eitthvað sem við treystum eða við vitum eitthvað sem einhver annar hefur notað að þetta virki vel. Þannig að segjum svo að við erum með þessa hérna 3 contendera. Þannig að nú getum við skoðað hérna 4600 stjörnur, 15.000 stjörnur, 6.000 stjörnur, ok. Svo getum við skoðað annað hérna, ok, 3 issue. Ok, er þetta út af því að svo sem að maintainar þessu er rosalega duglegur að maintaina þessu, sem því hann er rosalega duglegur, eða viðkomandi er rosalega duglegur að loka issueum, er þetta út af því að það er enginn að nota þetta, það er enginn issue. Þannig að sjáum. 359 closed. Ok, viðkomandi er greinilega duglegur að loka issueum. Og hérna 136 og 500 closed. Ok, og 92 pull requestur. Það er svona, það gefur til kynna að það er rosalega mikið af einhverju dóti sem að virkar ekki eins og maður myndi halda og það er rosalega margir sem eru búin að segja hei, ég laga þetta fyrir þig en svo sem að við heldur þessu er ekki að í raun svara þessu. Af því að ef þið einhvern tímann síðan búið til pull requestu eða opnið issue munið það að open source er allt unnið í sjálfboðavinnu og þetta fólk er yfirleitt að nóg að gera og þannig að tilætlunarsemi er eitthvað sem hefur drepið mjög mörg projekt bara því að það er ómargir sem segja bara eitthvað hvað er aðeins maður? Ég þarf að gera þetta að geta klára þetta verkefni í vinnunni gerði þetta fyrir mig ókeypis núna, strax og er svo bara eitthvað bugga fólk á Twitter, Facebook, e-mail og þú veist það er mjög margar sögur, sorglega sögur af fólki sem brennir algjörlega út af þessu. Ok, þannig að það er eitt svona indikator. Hérna eru 80, 103 closed. Ok, ég myndi segja að þetta sé annarkvort marked eða markdown 1. Það er svona contenterarnir okkar. Það sem ég nota marked, þá ætlum ég að nota markdown 1. Þannig að þetta var mjög highly scientific leið til þess að velja hvaða pakka við ætlum að nota. Þá ætla ég í raun, af því að nú ætla ég að nota einhvern pakka, þannig að ég er að segja ég ætla að nota forrit sem einhver annar hefur skrifað og ég veit í raun skilgreina það og til þess notum við package.json í Node. Þannig að þá segjum við npm init, bara búum hérna til package.json, ok, fínt, npm install og save, af því að þetta er í raun hard dependency, þetta er í raun forritið okkar verður að hafa þetta dependency til að keyra. Þetta er ekki svona development dependency eins og allir með Gulp eða SAS eða eitthvað af þessu sem við notum í webforritinu eitt sem hjálpar okkur bara við það að forrita og svo búum við til forritin okkar sem eru keyra án þess heldur þarf þetta til þess að keyra
markdown it. Þarna þá keyrir hérna npm, sækir pakkan og býr hérna til líka created a lock file as package lock.json, you should commit this file. Þannig ef við förum núna aftur í hérna skjali okkar hérna, þá erum við komið með package.json sem segir til við erum með hérna dependency á markdown it, útgáfu 8.4.0, en þetta hérna við erum segja að við sættum okkur við 8.4 alveg upp í 8.9. En við ætlum bara að skrifa þetta forrit og við ætlum bara að sjá þetta forrit virka hér, þannig við ætlum bara að segja þetta bara fínt. Ef þetta virkar þetta, annars notum við bara eitthvað annað. Þannig að þetta er sem við notum. Og package lock hérna segir í raun til það að dependencyin á markdown it eru argparse, entities, linkify it, markdown it, já hérna er markdown it, okkar dependency, mdl url, sprintf JS og uc micro. Þannig að þetta eru dependencyin sem dependencyið okkar notar. Þannig að þetta er mjög fljótt að svona vaksa og bara við það að installa þessu eina hérna þá erum við komið með svona mikið í node-módul sjálfur. En ok, þannig að núna erum við komið með þetta markdown it, þannig að þá getum við farið hérna og sagt const markdown it require markdown it. Og svo er hérna hversu góðir kóðabrot eru þegar allir góðir forritar að byrja því að gera select, copy og paste. Þannig að pastum þessu hérna svona result hérna og const, lögum aðeins til hérna const. Ok, þannig að þá erum við komið með þennan markdown it, skrána sem við ætlum að lesa inn, gögnin úr skránni, þurfum ekki lengur að loka þetta út, búum til hennan markdown parser og parsum strengin. Hann er ekki eitthvað markdown rules, heldur er hann bara data. Svo loggum við út result. Þannig að núna myndum við vilja sjá eitthvað HTML kóðabrot þegar við keyrum hérna forritið okkar. Ok, input data should be a string. Fine, ég glemdi þessu satt, þetta er buffer. Þetta er API, tekur bara við stringjum. Það gæti tekið við bufferum líka en það gerir það ekki. Þannig við þurfum að kalla í toString. Og svo keyrum við hér. Hei, þetta er nákvæmlega það sem við byggust við. Frábært, þetta lofa mjög góðu. Ok, markdown skjal, þetta er paragraf, uli, listi af hlutum. Ok, þannig að þá erum við komin með í raun þessi tvö skref, lesa upp úr skjalinu, breyta markdownin yfir í HTML og núna viljum við í raun skrifa þetta niður í eitthvað annað skjal. Þannig að þá skulum við renama þetta yfir í input og output verður test HTML. Þá er þetta komið hérna og þá getum við aftur skoða hérna fs write file sync sem segir þá output data sem er þá result og svo getum við aftur tekið inn hérna option sem er þá með encoding og þá getum við sagt hérna encoding og þá ætlum við bara að segja það hérna efst encoding er UTF-8 og breytum við hérna yfir í encoding. Þannig erum við búin að hætta að dependa á það að það sé einhver implicit encoding í gangi sem er bara eitthvað sem að Node ákveður og ef við myndum þurfa að breyta úr encoding til dæmis sem við viljum búa til þetta forrit og búa til bara svona command line forrit sem að leyfir einhverjum að gera þetta þá þarf viðkomandi ekki að hætta við út af því að við styðjum bara UTF-8 þá getum við actually breytt encodinginu bara með að breyta einum streng þarna. Þannig við erum búin að taka eitthvað sem var hardcodað og færa það yfir í breytu. Ok, þannig að þá erum við hérna að nota þessa virkni í ECMAScript 6 að þetta hérna er object destructuring sem er í raun nákvæmlega sama á þetta hér en við sleppum bara við að skrifa encoding tvisvar. Þannig að þetta hérna mun verða hluti sem verður encoding með strengnum UTF-8. Þannig að
þegar við keyrum þetta núna, þá búumst við því að það verði til test HTML og þannig test HTML og það inniheldur dótið okkar. Þannig að, cool, þetta virkar. En þetta svona ónótlegur leið til að skrifa þetta þegar við erum að nota þetta sync hérna. Þetta eitthvað sem við viljum ekki gera. Þetta væri allt í lagi ef við varum að búa til eitthvað svona one-off forrit sem að þetta bara breyta einhverjum markdown skrám og við hefðum bara eitthvað 5 mínútur sem skýra þetta og við myndum bara henda einhverju svona upp. En ef við ætlum að gera eitthvað svona solid-out þá viljum við nota callbacks. Þannig að þá ætlum við núna að refactora þetta yfir það að nota callbacks. Þá skulum við byrja því að búa til fall sem heitir read sem á þá að skila hérna strengnum okkar og write sem á að skrifa eitthvað í hérna eitthvað file path eitthvað content, ok? Þá getum við refactora þetta hérna með því að segja data fs read file sync og write verður svona data verður bara content og þetta verður output heldur file path. Núna getum við sagt bara eitthvað const data jafnt og read input write output data. Og hér þurfum við að taka file og svo return data to string encoding. Ok, þannig að núna erum við ætti þetta ennþá ennþá að virka og þetta ennþá að virka, þetta ennþá að skrifast inn út. En núna erum við búin að staðinn fyrir að vera að skrifa þetta bara allt í einhverju rumsu sem fer svona niður, þá erum við búin að búa til 2 föll sem að hafa ákveðna ábyrgð, lesa þetta og skrifa þetta. Þannig að núna getum við refactora þetta bara með því að refactora þetta inn í þessum föllum. Ok, þannig að read ætlar ekki lengur að vera synchronous, heldur ætlar að vera asynchronous. Þá fáum við callback hér sem að verður á forminu r-data svona. Þannig að þegar við gerum þetta hér, býðum við, síðan fáum við þetta callback og þá gerum við eitthvað. Og þá getum við ekki gert þetta svona, út af því að þá mun read bara keyra, skilgreina breytu sem að verður promise og gera svo return undefined. Af því að ef við skilgreinum ekki return gildi í JavaScript, þá fallir bara undefined. Þannig að við getum prófað þetta með því að segja hérna console log data. Þá fáum við hérna undefined og svo fáum við bara eitthvað input data should be a string. Af því að við erum að senda undefined áfram inn í markdown 1 og það vill það ekki, það vill string. Þannig að þá þurfum við að gera eitthvað hérna. Þannig að þá getum við gert þetta svona. Við getum sagt hérna callback, cp callback og þegar að það búið að lesa upp skjalið, þá ætlum við að kalla í callbackið með gögnunum. Þá erum við bara að taka fallið okkar sem að notar eitthvað fall sem notar callback og láta það líka taka við callbacki til þess að kalla í þegar það er búið að gera þetta. Þannig að sjá, þetta svona vindur upp á sig. Og þá fáum við callbackið inn hérna. Þannig að þá getum við sagt hér, callbackið verður hérna data og þá ætlum við að taka þessar hérna 2 línur, þá getum við kallað í þessa línu. Þannig að þessa línu keyra bara þegar það er búið að lesa skjalið sem gerist einhvern tímann þegar stýrikjöri gerir það. Þannig að núna nætti forritið okkar aftur að virka og það loggar út þetta hérna, það sem að lasa upp og ef við gerum hérna test HTML, fjarlægjum það, keyrum þetta, þá erum við aftur hérna með test HTML. Þannig að núna virkar forritið okkar með asynchronous skrifum en svo í raun viljum við gera það með
hérna líka asynchronous, lestri og núna með skrifi. Þannig að þá þurfum við að gera aftur write file, result, encoding, einhvers staðar hérna kom fs write file, það þá path, svo data, path, data, options og svo callback, ok? Og þá kemur callbackið hér á eftir, data, eitthvað hérna, þannig að hér gerist eitthvað þegar það er búið að skrifa. En þetta samt myndi alveg virka, af því að við erum ekki að gera neitt eftir að búið að skrifa. Við erum bara, forritið okkar mun ekki hætta fyrir það er búið að skrifa og þá skrifið. Þannig að við gætum í raun sagt hérna að við viljum í raun fá upplýsingar að þetta hafi actually skrifað. Þannig að þá getum við sett inn hérna eitthvað callback sem væri data. Það myndi segja hérna console info. Þetta er eitthvað sem forritið okkar segir okkur þegar við erum búin. Done writing og við ætlum að segja hvað skjalið heitir. Notum hérna template strengi input. Svona. Þannig að þá þurfum við að breyta þessu hér og segja hérna content, tekur aftur callback, það er hérna callback og við ætlum svo sem ekki að gera við getum alveg bara sagt, þetta er bara tóma, það tekur ekkert input og segir bara þegar það er búið. Þannig að það er bara það sem kallaði fallið sér nóg. Þannig að þá kemur hérna done writing test md og ef við losum okkur við þetta console hérna, þá erum við búin að refactora forritið okkar yfir það að nota bara callbacks. En þá sjáum við strax að forritinu okkar verður svona, við komum inn í skilgrunum fall, skilgrunir kall sem er með callback, við komum hérna þurfum við ekki lengur data af því að við gerum í raun ekkert við þessa breytu og sjáum við erum farin að færast hérna svolítið til hægri. Þannig að við erum að segja read, svo write og svo console log. Þannig að núna getum við aftur hérna refactora þetta með því að segja const util require util. Þá getum við sett hérna const read file async jafnt og util promisify fs read file. Svona og sama fyrir write. Þá erum við búin að búa til núna þannig að þessi hérna eru promise API óna þetta. Þannig að þá getum við sagt hér, nú þurfum við ekki lengur, við þurfum í raun ekki þetta data hérna, það var ennþá leif. En nú getum við sagt return read file async og þá þurfum við ekki lengur callbacki hérna, við getum fært callbacki í burtu. Við ætlum bara að gera read file. Það í raun skilar okkur promise. Þá ætlum við að segja then data ok, svona. Þetta hérna skilar okkur promise. Þannig við segjum lestu skrána, svo fáum við promise tilbaka. Þannig að við núna gerum þetta og kommentum út þennan kóða hér og segjum const data read input console log data. Þannig að þá fórum við núna, þá fáum við bara hérna promise sem er pending. Þannig að staðan af promisinu er fyrst pending af því að það er ekki búið að uppfylla það. Það er verið að uppfylla það. Einhvers staðar að núti er einhver að vinna í því að uppfylla loforðið. Og við þurfum í raun að gera núna eitthvað sem að lætur eitthvað meira gerast. Þannig að þá segjum við hérna data read input og then data console log data og fjarlægjum þetta data út allt. Svona. Þannig að þá er aftur komin það að við fáum bufferinn inn. En núna viljum við ekki að sá sem notar read-fallið okkar þurfa að vita að þetta er buffer og þurfa að breyta þessu.
Þannig að við viljum í raun láta það fall, sjáum það líka breyta buffertum yfir streng og þá getum við í raun notfært okkur það að þetta er promise. Þá getum við bara sagt hérna data to string UTF, nei ekki UTF þetta, encoding, svona. Þess að út af því að við getum kallað í then og then skila bara öðru promise. Við erum bara búin að keðja á það einhverja meðhöndlun sem gerist eftir. Þetta geti síðan tekið eitthvað annað, þetta geti lesið eitthvað annað skjal og eitthvað annað skjal. Þegar við getum í raun alltaf tekið promise, sagt þegar þetta promise er búið, gerðu þá þetta. Það verður promise úr því, þegar það promise er búið, gerðu þá þetta og þannig getum við í raun keðjað þessu áfram. Þannig að núna tökum við gögnunum úr skjalinu, breytum þeim yfir í streng og skilum því svo áfram. Þetta hérna er í raun short styttur syntax sem segir taktu data sem argument in og skilaðu þessu. Þegar við erum ekki með curly brackets utan þetta, þá er í raun implied return þarna. Þannig að núna keyrum við þetta og fáum villu. Áhugaverða villu. Hvað gerir þið villu núna? Já, við það að hafa skrifað óvart encode hérna og ítt á space, caps lock, tab, þá importaði hérna Visual Studio Code þessu fyrir mig sem er eitthvað sem við ætlum ekki nota. En sem sagt, núna erum við aftur komin á þennan stað. Við erum með strenginn hana og þá í raun vitum við það að þegar við erum búin að lesa inn þennan streng, þá viljum við taka gögnin og við viljum skrifa þau áfram. Það er raun promise hérna, þetta sem við erum með nákvæmlega hér er fall sem er bara, við gætum kallað hérna function handle read data data console log data. Þannig við getum skipt þessu núna út fyrir þetta. Þannig að þetta er í raun það sama. Þannig að þú getur hugsað þetta hérna. Þetta er í raun bara lambda fall, ónefnt fall sem við getum notað þarna til þess að skilgreina í raun eitthvað sem keyrir þegar að þetta er búið að gerast. Þannig að þetta er í raun bara til þess að við þurfum ekki að vera að skrifa alltaf fleiri og fleiri föll. Þetta er bara meira verbose syntax. Þegar við getum í raun verið að gera mjög marga hluti í einu. Við getum keðjað þessu saman og gert alveg eitthvað helling í einu. Þannig að þá viljum við í raun taka data og skrifa data. Þannig að þá viljum við gera hérna data, write og þá er það hérna output data. Þannig að þá erum við að segja lestu gögnin, þú ert búin að lesa gögnin, þá viljum við skrifa gögnin. Þú ert búin að skrifa gögnin, þá viljum við láta mig vita. Þannig að þá segjum við hérna data console log done writing output, þetta er að vera hérna. Og þá er forritið okkar komið, nema við höfum eftir að refactora þetta hérna ef við erum notað promise. Þannig að þá er það í raun sama hér. Við hendum þessu. Við erum ennþá með markdown gaurinn hérna, en við gerum return write file async file path content encoding svona og við viljum í raun ekkert gera eftir þetta tilbúið, þannig að við skilum bara þessu promise svona done writing test.html. Þannig að þá er þetta, ef við strókum þetta út hérna. Ó nei, þetta er ekki rétt. Þetta á ekki að vera content, heldur result. Það er það sem að, þannig að núna er þetta hérna að skrifa rétt þannig. Þannig að þá erum við í raun búin að fara á því að vera með einhvern svona syntax hérna, þannig að við byrjum þetta saman. Eitthvað sem að tekur sem færibreytu callback sem er að kalla í eitthvað fall sem tekur færibreytu sem callback. Þetta er suppulegt. Þetta er mjög einfalt forrit. Ef við þurfum líka að lesa upp úr folder, athuga hvort að skjalið sé til. Þetta er alltaf synchronous aðgerðir. Þannig að við erum komið með eitthvað does file exist, read from directory, read, write. Þá varum við komin með
12 indrætti eða 12 bil, ef við segja þessu 6 hérna. Encoding, það þetta hérna, encoding hérna uppi. Við segja að skrifaði þetta með UTF-8 encoding. Þannig að þá erum við búin að skrifa þetta svona og svo getum við tekið næsta skref sem væri að segja hérna async function main og þá segjum við kommentum þetta út og við segjum const data jafnt og await read input write await write output data console log. Já, svona. Þetta skrifaði ekki neitt. Þetta ekki að gera neitt. Þannig að það er eitthvað bilað hérna. En við sjáum það ekki út af því að við þurfum að gera hérna catch r console error r unexpected token 1 punktur í því sem ég var að skrifa, þannig að það er eitthvað annað bilað. Já, það sem er bilað er í rauninni það er aldrei kallað í main. Svona átti að vera. Svona. Þannig að þá fáum við aftur. Þetta er tómt, keyrum, það er komið gögnin í þetta. Þá getum við aftur borið saman í raun þetta sem er í raun að biðja okkur að búa til þessi lambdaföll til að senda inn í promisein og keðja þessu öllu saman versus það bara að segja, hey, lestu þetta inn í breytu, skrifa þetta og logga þessu út. Þannig að með því að nota hérna await fáum við að skrifa í raun minnstu útgáfuna og mest skiljanlegu útgáfuna af þessu forriti. Þú segir að það er en bara býna eftir að Já, þá í raun býrum bara Já, þá í raun bara verður til eitthvað promise á bak við tjöldin sem að í raun bara node sér fyrir okkur og þetta er allt saman bara svona sigur ofan á það að nota callback API-ið. En það sem er náttúrulega búið að glossa mjög mikið yfir hérna er í raun hvað gerist ef það kemur upp villa, hvað ef að skjalið er ekki til. Þá bara springur þetta með einhverju unhandled promise rejection og eitthvað. Þannig að það er aftur eitthvað sem að við vantar hérna inn í, en þannig sé ekkert svakalega mikið mál að bæta við. Og við munum í raun nota síðan þetta async og await þegar við förum að skrifa forrit sem að taka við í raun HTTP requestum frá client til þess að í raun svara. Þess að við getum skrifa svona nettan og góðan kóða. En að lokum án ég gleymi þá ætlum við að prófa. Hérna eru 5 greinar kosti og galla NPM og ég ætla að taka nokkra mínútur í lok næsta fyrirlesturs, bara svona prófa það og ég ætla að vera með svona einhverja pælingar, einhverja spurningar sem ég ætla að spyrja ykkur og svo ætla ég að bíða eftir því að fá einhver góð svör eða bara svör, þau þurfa ekki að vera góð, bara svör frá ykkur. Þannig að þið þurfa ekki að lesa þær allar, þær eru nokkrar svolítið langar, en ég mæli með þessari hér sem kom út í seinustu viku og er afskaplega svona áhugaverð. Þau eru kannski búin að lesa hana og líka þessi hérna, Code Dependencies are the Devil, svolítið clickbaity en fín grein. Þannig að, takk í dag.